Ég heiti Már Gunnarsson og ég er 20 ára músíkant og íþróttamaður úr Reykjanesbæ. Ég spila píanó, syng og er að synda og er með útvarpsþætti. Að drekka áfengi er eitthvað sem hefur einhvern veginn aldrei tengt við mig. Þegar ég hef farið og verið að spila einhver staðar eða hitta einhverja vini og ég sé að fólk er að drekka og eitthvað svona, það bara heillar mig ekki og hef einhvern veginn alltaf haft bara það sem leiðarljós að sleppa þessu. Ef ég vil fá mér eitthvað gott að drekka þá fer ég bara og fæ mér kók eða appelsín eða eitthvað og ég einhvern veginn sé ekki tilganginn almennt, bara ég er persónulega með áfengisneyslu. Ég hef stundum spurt mig, ef ég væri ekki íþróttamaður og væri ekki að syngja mikið og svona, hvort að drekka áfengi væri eitthvað sem ég myndi vilja gera, en ég einhvern veginn bara held ekki. Það er bara, eins og segi, ég hef bara ekki áhugann á þessu. Ég vil ekki taka áhættuna á því að vera alkohólisti. Kannski er ég bara bullandi alkohólisti, en ég veit það ekki. Ég meina, það kemur mér ekkert við, ég drekki ekkert áfengi. En klárlega að drekka áfengi myndi skerða eins og þoli mitt og almennt mína líkamlega heilsu sem að bara þar til að segja sjálfur þá er ég bara í drullu góðu formi. Ég held að enginn myndi krefjast þess að fólki að sleppa því að drekka og þrátt fyrir að ég kjósi sjálfur að sleppa því að drekka þá ber ég alveg virðingu fyrir fólki sem að kýsa að drekka, en ég held að þar sem að heilinn er að þroskast alveg til 20 ára aldurs og það er vísindalega sannað að áfengi hefur áhrif á hvernig heilinn þroskast, að þá myndi maður alltaf mæla með því að fólk myndi bíða með þetta fram með 20 afmæli.